Af hverju eru strákar týndir? Af hverju virðist ofbeldi aukast, vellíðan minnka, eiturlyfjanotkun aukast og svörunum við því hvernig skuli takast á við að fækka? Getum við vorkennt fólki til vellíðunar? Munu aðgerðir stjórnvalda við auknu ofbeldi duga til? Þið eruð að hlusta á hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 5. 5. september og árið er 2024. Já, sumar er búið og veturinn að byrja. Ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem að ég er bara svona nokkuð spenntur fyrir vetrinum. Það er einfaldlega út af því að ég held að stjórnmálin verði alveg einstaklega spennandi og svona sjá hvernig þau munu koma til með að þróast. Ég held að, eins og segi, það er nú ekki bara stjórnmálin, ég held að sé bara gríðarlega áhugaverðir tímar framundan. Ég held að sé líka ákveðin spenna í því, svo við höldum okkur stjórnmálin að vera stjórnmálamaður í dag. Því að núna mun þetta vera að ég tel stórkostlega, einkennilegur vetur fyrir stjórnmálamenn þegar við erum að horfa upp á það að eftir næstu kosningar með skoðanakannanir að þá verði miklar sviptingar í því hver helst inn á þingi og hver kemur inn á þing. Svo er þetta líka bara gaman að fylgjast með því svona hverjir koma fram og hverjir, eins og segi, koma inn fyrir svona sérstaklega á þá lista sem að hjá þeim flokkum sem að er að mælast mjög vel. En í dag ætla ég ekki að tala mikið stjórnmálin, eða allavega svona ekki þannig lagað. Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari í leyfi reyndar kom í gríðarlega áhugavert viðtal í Íslandi í dag þar sem að Sindri Sindrason ræddi við hann stöðu mála og svona lífið almennt. Komiði sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Helgi Magnús vararíkissaksóknari hefur verið á milli tannan á fólki, umdeildur maður en líka prinsippmaður að mati margra. Hann hefur orðið fyrir aðkasti ofbeldismanns, verið hótað lífláti, verið hræddur, aðalega líf barnanna sinna og fengið á sig gagnrýni fyrir að tjá sig málið. Við fórum í morgunkaffi á Seltjarnarnesið og kynntust honum betur. Hann er í raun smá reiður í dag, ekki síst út í yfirmann sinn fyrir að standa ekki með sér, enda orðið fyrir alvarlegu aðkasti glæpamann sem fyrr segir, sem hefur hótað honum og fjölskyldu. Leyfi honum að eiga orðið. Þetta vissi náttúrulega byrjaði bara með viðtali á vísi.is 16. júlí síðastliðinn, þar sem að ég var að tjá mig og tjáði mig á fleiri fjölmiðlum náttúrulega hótanir sem ég setið undir á fjölskylda mín í 3 ár þarna á undan. Hótanir sem að vera eins rólegri núna, en það er alveg ljóst að þessi maður sem er margnefndur í fjölmiðlum að hann hefur með mig á heilanum. Það kom nú bara frá geðlækni sem hafði skoðað geðhæfi hans í tengslu við sakamál sem var dæmt í vor. Hann var sakfelldur í landsrétti á síðasta ári og hafði hótað að drepa Helga. Helgi var eðlilega hræddur og gerði allt til að minnka líkur á að hann og fjölskyldan myndi lenda í einhverju slæmu. Hann hefur talað opinberlega, kannski óvarlega að einhverja mati, látið setja upp myndavélar, en hver myndi ekki bregðast eins við? Yfirmaður minn, það virtist ekki skipta hann einu máli, sko. Hún vissi af þessu, hún vissi þetta að því hann kom að uppbytun og vissi að hann var sakfelldur fyrir þessar hótanir gegn mér. Það voru auðvitað samstarfsfólk mitt að vitni að þessum hótunum þarna á staðnum. Það sýndi þessu aldrei áhuga, en svo þegar ég fyrir að ræða þetta og tala svona almennt að við séum hér kannski með einhvern hóp manna sem eru öðruvísi þengjandi heldur en við erum vanir. Þessi venjulegi Jón og Gunna sem við þekkjum og séu ég vel á þeim stað að verið ekki okkar svona samfélagssáttmála og hefðir og hegðunarmynstur. Og þá fer Solaris á stað sem er náttúrulega svona aktivistasamtök, snúa þessu öllu á hvolfi einhvern veginn og búa til einhverja sögu það að ég hatist út í útlendinga og ég veit ekki hvað og hvað sem er svo vitlaust að það er ekki tali. Og þar liggur mögulega punkturinn. Þarf að ætla öllum allt illt ef þær þau segja eitthvað sem ekki öllum líkar. Já, það þarf hver og einn að meta fyrir sig. En er sanngjarnt að henda öllum út sem eru ekki manni sammála. Og í þessum orðræðu minni sem við hamast yfir núna, þá myndist ég nú ekki á neitt trúarhóp, neitt land, neitt litarhaft, ekkert. Og það sem fólk hugsar og það sem fólk segir við mig á förnum vegi, segir í kommentum við fréttir af þessu og svo framvegis. Við vitum þetta, þú bara séð sannleikann. Það vita allir hvað er að gerast og hvaða breytingar er að verða. Þorir enginn að ræða það og það segja það allir, ég þori ekki að opna munnina því að það verið tekinn af lífi. Þakkaði fyrir að sýna kjarkið í að tala þetta. Og hvar ætlum við að standa eftir 10 ár?
ef við getum ekki rætt það sem miður fer í samfélaginu okkar og það sem við þurfum þá í rauninni að taka á, við þurfum að gera einhverjar ráðstafanir til þess að hér verði ekki grundvallar breyting á þessu friðsama samheldna samfélagi okkar, þannig að þetta verði bara einhver leiðindi. Ég ætla nú ekki að eyða miklum tíma í þetta, en fyrir þá sem náttúrulega ekki þekkja þá var vararíkissaksóknari sendur í leyfi tímabundið og það mál svona enn óleyst. En sko, ég ætla bara aðeins að fjalla ég er náttúrulega búinn að fjalla eitthvað fáránleikann í þessu sem að snýra þessu máli, en ég ætla að segja allavega þetta, að sko þetta situr náttúrulega Guðrún Hafsteinsdóttur dómsmálaráðherra í mjög áhugaverða stöðu. En hún er náttúrulega búin að vera rosalega lengi í að útkljá þetta mál og ég held persónulega að það sé ekki mjög heppilegt fyrir hana, hvorki sem stjórnmálamann né fyrir embætti saksóknara og dómsmálaráðuneytið reyndar í heild, því að sko, hún er að mínum mati líklegur kandidat í því að verða næsti formaður Sjálfstæðisflokksins, en ég var að ræða við reyndar bara núna Sjálfstæðismenn helgina, það var helgina, og þetta er áhrifamaðurinn af flokksins sem að kom með frekar áhugaverðan vinkil á þetta og hann sagði það einfaldlega að ef hún klúrar þessum bolta þá er það gríðarlegt högg fyrir hennar möguleika í þeim efnum að verða formaður eða svona ná fram innan flokksins. Hann hélt svo áfram með því að segja sko, að hver einasti glæpamaður á Íslandi, hann fylgist grannt með þessu og hvernig þetta verður útkljáð, því að nú hefur borið á því að það séu hótanir í garði lögreglunar og annara innan nærliggjandi stofnana og sem eru náttúrulega að takast á við glæpamenn dagsdaglega, og hann benti á það að það verður mjög áhugavert hvernig þetta mál verður leyst fyrir, svona frá þeirra sjónarhorni, því að sko hvað gerist ef að það hefur einfaldlega borgað sig að hóta vararíkissaksóknara í 3 ár líka sko, eins og ég fjallaði núna í sensta þætti, og hvað ef hann verður rekinn fyrir að tjá sig opinberlega þann raunveruleika sem að hann upplifði yfir þetta tímabil. Og þá verður sko örugglega, eins og þessi vinur minn sagði sko, hann sagði bara þá munu þeir náttúrulega glæpamenn sem eru í þessum málum, þeir munu náttúrulega ganga á lagið. En eins og segi, ég ætlaði nú ekki að, ég rætti það nú aðeins í þar senasta þætti eða síðasta, mann á ekki alveg. En ég ætla að tala ungmenni og ofbeldi sem náttúrulega kannski ekki að þessu alls óskilt. Ég var náttúrulega búinn að skrifa þetta fyrir síðasta þátt, en örfáum mínútum áður en að ég tók upp þá lést Bryndís Klara af sárum sínum eftir hrottalega árás á Menningarnótt, og enn og aftur þá langar mig að votta öllum þeim sem hana þekktu og þá sérstaklega þeim sem stóðu henni nærri, mína dýpstu samúð. En eins og ég nefndi í henni upphafi, þá langar mig svolítið að fókusa á vandan sem eru drengir. Það hefur verið rosalega mikið fjallað það hvernig sé hægt að takast á við vopnaburð ungmenna, og það er núna búið að setja af stað hóp til þess að takast á við þetta. Það kom fram núna í gær hverjir yrðu í þessum hópi, en þetta eru aðilar af hennum ýmsu vettvöngum, 8 konur og 5 karlar, og svo eru svo er líka búið að sjást svona ungir rapparar sem eru búin að berjast svona gegn vopnaburði á samfélagsmiðlum og að vopnaburður sé bara fyrir aumingja. Eins og segi, það er margt gott í gangi eflaust. En svo eru einhverjir sem eru búin að benda það að vandinn er eflaust djúpstæðari en svo að ríkisvaldi geti tekist af hann, og eins og segi, ég er sammála því. Helga Vala sagði í Silfrinu á mánudaginn, hún er svo fyrrum þingmaður Samfylkingarinnar, en hún mætti Silfrið þar sem þetta var meðal hans rætt, og hún sagði að við þurftum að hægja á samfélaginu og opna okkur meira til þess að tala tilfinningar okkar. Og þetta er náttúrulega tvíþætt. Ég er persónulega mjög sammála því að við þurfum að hægja á samfélaginu, og það sérstaklega þegar kemur að ungu fólki og börnum, og ég held að við þurfum að taka símana af ungu börnum. Ég held að það muni koma til með að reynast, ég held að við munum horfa tilbaka þegar við pælum í þessu símanótkun og fleira og hugsa með okkur bara hvað vorum við að spá. Það er alltaf einhver svona, ég man nú ekki hvað sagði, það er alltaf fyrir hverja kynslóð er svona eitt atriði þar sem að vera hort tilbaka og sagt hérna hvað vorum við eiginlega að hugsa, og ég held að símanótkun barna sé alveg 100% þar sem að við munum horfa tilbaka og vera bara hvað vorum við eiginlega að spá. En svo er það hitt það sem að Helga Vala nefnir, sem að er að
Við þurfum að líta meira inn á við og byrja að tala tilfinningar okkar og þar hef ég persónulega miklar efasemdir. Undanfarin áratugi eða svo búið að vera að fjalla það að til þess að takast á við aukna vanlíðan þurfi strákar að vera duglegri að tala tilfinningar sínar og opna sig meira. Og nú ætla ég ekki að segja hvort að það sé endilega gott eða slæmt, en ég held einfaldlega að það hafi sára lítil áhrif á það hvernig við getum tekist á þennan vanda. Ég held að það sem að ungum strákum skorti sé tilgangur og samkeppni. Það sem að þarf kannski líka að halda til haga hérna að karlar og konur eru rosalega ólík fyrirbæri. Ég sagði það fyrir ekki svo löngu í hlaðvarpsþætti sem að ég reyndar á eftir að birta að vandamál drengja verði líklega ekki leyst af miðaldra konum og ég held í alvöru talað að svo sé. Ég held að til þess að bæta líðan karlmanna og ungra karlmanna þurfi aðkoma annara heldur en miðaldra kvenna. Ég veit alveg að það eldfimt að segja það en ég einhvern veginn allavega fyrir mitt leyti og þið með ekki efast mína upplifun minni að þá fyrir mitt leyti þá held að telja að svo sé. Ég held að þrátt verið það að fræðigreinar á hinum ýmsu sviðum séu konur svona í meiri hluta að þá hafa konur kannski ekki endilega nægilega mikinn skilning til þess að koma til móts við tilfinningalega þarfir karla. Og þó svo að einhverjum kunni að finnast þetta full gamaldags svona hugmynd sérþekkingu kvenna á félagsvísindasviði þá verður þetta sjálfsögðu ekkert skrítið þegar við hugum að því ef við varum að spyrja okkur hvort að karlmaður geti mentað sér nægilega mikið til þess að koma til móts eða vera svona staðgengill kvenna í því að takast á við tilfinningalega eða sálaraðstoð kvenna í svona víðum skilningi. Það hefur líka oft verið svona rætt það að karlar eigi ekki að vera að segja konum hvernig þeim líður eða á að líða gagnvart einhverjum atburði eða hlut sökum þess að þeir hafa ekki svona bolmagn til þess að skilja tilfinningalega svona upplifun kvenna og hvað ef það sama bara upp á teningnum hér? Hvað ef það bara svona að konur séu kannski ekki endilega með nægilega mikla þekkinga á því hvernig að vera karlmenn einfaldlega bara út af því að þær ekki karlmenn? Og það sé kannski erfiðara að mennta fólki því til þess að bæta upp fyrir það vanþekkingu. En það annað í þessu sem að ég tel að hafi haft áhrif á undanfarnum árum og þú veist það náttúrulega bara umræðan. Orðatiltækið hvítur karlmaður notað nánast undantekningarlaust í öllum tilfellum ætla ég nú bara að leyfa mér að segja og þá hefur þetta hugtak verið notað til þess að færa rök fyrir því að sjónarmið viðkomandi eða tilfinningar séu ómarktækar eða misvísandi og þessari hugmyndafræði hefur að sjálfsögðu verið haldið að ungum strákum og utan náttúrulega fræðasviðsins þá eru náttúrulega mjög mörg dæmi þar sem að konur, þar sem rætt karlmenn á samfélagsmiðlum að þá það bara eins og að þeir séu bara einhvers konar meinsemd almennt fyrir samfélagið. Ég mynd dæmi hérna árið 2018 kom út hlaðvarpsþáttur úr hlaðvarpi sem heitir Hvað svona merkilegt við það sem náttúrulega vísan í það svona merkilegt sem karlar gera og allt þetta dót sem ég kann ekki alveg tölu á. En þetta var svona hlaðvarp sem var haldið úti af Öldu Villiljósi og Sæborg og Ninju en þær hafa báðar verið áberandi í svona transbaráttunni eða höfðu allavega þá, ég held að önnur þeirra hafi verið formaður transsamfélagsins en ég veit ekki alveg hvernig staðan á því núna en í hlaðvarpinu áttu þær samræður þar sem að þær sögðu að karlmenn ættu almennt séð skilið að deyja og að þeir væru kakkalakkar, að þeir væru toxic og að það birtist í því að þeir væru svona berja konuna sínar til þess út af því að þeir væru svo tilfinningalega miklir ribbaldar og þetta réttlæti það að það væri nauðsynlegt að bera fram alhæfingar karlmenn því að þetta væri svo víðfemt að þá væri bara nauðsynlegt að nota alhæfingar karlmenn og þetta var náttúrulega á því svona tímabili munið hérna þegar að alhæfingar, ég held að hafi verið svona kannski upp úr 2010 þá náttúrulega mátti alls ekki vera alhæfa yfir hópa, mátti alls ekki vera að færa rök fyrir því að ákveðni glæpir sem að væru framdir af ákveðnum einstaklingum, það mætti ekki alhæfa yfir hópinn sjálfan og hópurinn væri náttúrulega aðskildur öllu svona því svona slæma sem að kæmi kannski frá einstaklingum en alhæfingar fóru svo bara einhvern veginn þetta orð fór einhvern veginn bara svona undir í umræðinni og alhæfingar áttu í rauninni svona svo ég fá að sletta comeback
þegar að við fórum að færa rök fyrir því að alhæfingar væri í rauninni sjálfur sér ekkert eitthvað sem við ættum að varast út af því að það væri bara nauðsynlegt til að tala vandan í heild. En í þessu hlaðvarpi þá sögðu þær að þær hafi verið bara að beita kaldhæðni. Ég veit nú ekki alveg hvar svo kaldhæðni ætti að vera, þetta er kannski bara dæmið það sjálf. Það hefur líklega með þetta líflátsdót að gera, en aftur á móti þá er margt það sem að það er tala karlmenn sem meinsemd, að það er ekkert eitthvað sem að var mjög sjaldgæft á þessum tíma, en ég ætla að leyfa ykkur að heyra stutt brot úr þessum þætti. Og svo þegar sem nefnt, þá er þetta klift saman náttúrulega, en þetta viðtal er eitthvað sem er ekki til lengur, þau dílítiðu þessu, en ég man að ég hlusta á þetta sínu tíma og þetta var jafn gali og þetta hljómar. Kallar eru slæmir fyrir samfélagið og ætturinn að vera ekki að hafa aðgengi að neinum valdastöðum. Já, og ég meina, við höfum prófað þetta feðraveldisdæmi núna ógeðslega lengi. Þannig að getum við ekki kannski bara prófað eitthvað annað? Já, ég held... Prófum frekar mæðraveldið, sjá hvernig það gengur, af því að þetta feðraveldið er bara, það er ekki að virka. Og það er alveg bara, það versta sem þú getur sagt um hvíta mannsku er að hún sé rasisti. Þegar sannleikurinn er í rauninni að allt hvít fólk, og hér tala ég sem hvít mannska, allt hvít fólk, og ég þar með talið, erum rasistar því við öðnumst upp í samfélagi sem að elur á rasisma, sem að elur upp hugmyndir í okkur, jafnvel þó að við, föttum það ekki einu sinni. Og það er ekki að segja, að þó að feðraveldið sé til og að það sé virkilega stórt vandamál að feðraveldið sé til og að forréttindi karla sé orðið mjög mikið vandamál og bara toxic vandamál, þá er samt ekki að segja að allir karlar lemja konuna sína. Að sjálfsögðu ekki. Að sjálfsögðu ekki. En nógu margir til þess, nógu margir karlar í alvörunni lemja konuna sína eða beita hana að einhverju leyti ofbeldi til þess að það sé þörf á því að koma með alhæfingar eins og karlar lemja konundar sínar, eða karlar lemja oft konundar sínar. Já. Út af því að maður þarf að vekja athygli á hversu mikið vandamál þetta er. Og þegar einhver kemur og segir bara, oh, not all men, bla bla bla, þá ertu í rauninni bara að gera lítið úr vandamálinu. Af því að karlar geta ekki viðurkennt að þeir hafi nokkuð tímann gert rangan hlut. Nei. Það er þeim ekki í eðli. Nákvæmlega. En málið það að það að ég bregðist illa við áreitni, hvort sem það er manneskja að spyrja mig til vegar eða ekki, eða eitthvað verra sem sagt, það er sjálfsbjargarviðleitni. Já. Að ég hef svo oft lent í því að það hefur verið ömurlegt. Að það hefur verið, látið mér finnast ég verið í hættu, bókstaflega. Já. Og það er mjög basic sjálfsbjargarviðleitni að hugsa, nei, ég ætla ekki að tala við þessu ókunnugu mannesku af því að bókstaflega hún geti dreipið mig. Já, ok. Já. Já. Þú veist, kallar eru sorglegir og ég myndi segja að við ætlum að vorkenna þeim en þeir vilja drepa fullt af fólki þannig að ég ætla ekki að vorkenna þeim eitt. Þannig að mér finnst að frekar að líta á þetta eins og svona kakkalakka eða maura sem að fara hún í baunasalatið þitt. Þú ert bara eitthvað, oi. Þetta og allt skilið að deyja. Tekur ábyrgð á eigin orðin. Þú veist, það var meira að koma upp skandal. Þetta var bara eitthvað, þú sagði þetta fyrir milljón árum og hún var bara eitthvað, já, það er rétt. Ég sé eftir þessu fyrir gefðu. Nákvæmlega. Já, sem er eitthvað sem karlmaður myndi aldrei fólk gera. Aldrei. Bent mér á einn karlmann sem hefur gert þetta. Ég get það ekki. Nei, ekki heldur. Nei. Ef einhver hlustandi getur það, ef þú ert karlmaður, þegið. Þú ert með það harkalega forréttindablindu að núna ertu að fara að skrifa okkur post hvað við séum ósangjörn. Já. Og höfnum karla mikið, sem er rétt. Já. Af því að við höfnum karla afar mikið. Já. Ég held sé ekki einu sinni rétt, af því við höfum karla líklega meira heldur en að þú heldur. Já, þú vanmetur það hatur sem við höfum á þér persónulega. Nákvæmlega. Þú heldur kannski að ég vilji skjóta þig með haglabyssu í andlitið, en það er ekki rétt. Ég vil binda þig upp í litlu orkuveitunni niður í Elliðaárdal og láta þig síga hægt og ný sírupað. Tærnar fyrst, af því að annars deyrðum leið og síran vellurinn í heilaðinn. Ó nei nei, þú ert ekki of góður fyrir það. Og svo ítrykki það nú, það er náttúrulega eins og segja, það komið fram fréttir þar sem þær sögðu að þær hafa verið að beita kaldhæðni, svolítið einkennileg kaldhæðni. Ég ger eins og segja, ég gerir ráð fyrir því að það hafi verið með þetta, hann að drepa partinn, hellaði niður í sírupað í Elliðaárvatni.
allir Árdal segi, en þetta er ekkert eitthvað svo ólíkt því sem maður hefur séð svona undanförnum árum það hvernig ég sé bara í lagi að tala karlmenn og eins og segja alltaf líka þegar maður hefur bent á þetta vandamál, þegar maður hefur sagt svona já, ég held að sé bara ekki farsælt að vera að tala karlmenn sem einhvers konar samfélagslega meinsemd, að þá er alltaf já, einmitt, litli karlinn hann er lítill í sér, má ekkert gagnrýna hann, núna er komin svona okkar tími dát, þú veist, eins og að það sé einhver svona, þetta er náttúrulega trúabrögð, en það sé einhver svona erfðasynd að vera karlmaður. En sko, þetta er eins og segja, það eru margir vinklar á þessu, því að sko í öllu þessu þvaðri það að sko sem maður hefur náttúrulega heyrt sko samhliða og einhverjum ótrúlegum ástæðum, þá er hægt að viðhalda þessum tveimur skoðunum á sama tíma, en það er að sko það var alltaf verið að tala það að þú að fá, sko allir eigi að fá að vera nákvæmlega eins og þeir eru og að við einhvern veginn að koma til móts við mismunandi hópa og þeirra forsendum og kalla fólk þeim nöfnum sem að þau vilja að þau séu kölluð og ekki efast tilfinninga fólks gagnvart þeim sjálfum og að veröldin verði betri ef að við einhvern veginn svona reynum að koma eins og segi svona öðrum til aðstóðar við hvert einasta svona tilfinningalega ójafnvægi sem að þau eru að upplifa. Og eins og segja að það sé einhvern veginn lægi bara, þú veist, við að okkar veruleiki er það eins og við upplifum hann og aðrir eigi að bera virðingu fyrir því og eins og segja þeim líður nákvæmlega eins og þeim líður og að sko við ekki hafa skoðanir á því hvernig þau eru eða hvernig þau upplifa sig eða hvað svona það einkennir það sem að þau eru nema þú ert karlmaður. Þá er í lagi að sko vera að fjalla það að þú sért ekki eins og þú viljir vera og að þínar tilfinningar sé einhvern veginn sko, já, misvísandi og að það sé einhvern veginn svona, hvað heitir það, einhver svona innbyggð kvenfyrirlitning í því að þú sért karlmaður og út af því að við erum einhvern veginn með svona, í svona rótgrónu og það er ekki bara karlmenn sem það sko, það er allt í okkar, bara hvernig húsin okkar eru byggð og hvernig götur eru lagðar og hvernig við pípulagnir eru lagðar og allt þetta og það er allt til þess einhvern veginn að framfleyta karlkyninu og ég veit ég hljóma eins og einhver brjálæðingur en ef þið prófaði að lesa þessu fræði þá er þetta allt eitthvað sem kemur fram því að sko frá fæðingu er þín tilvist byrjuð að eitra umhverfi annara og sko eina sem hægt er að gera í því er að tala niður til karlmanna og þín ef þú ert karlmaður og útskýra fyrir þér hvernig þú að bera ábyrgð á öllu svona slæma sem hefur gerst í heiminum en einhverjum ástæðum samt þá getur ekki borðið ábyrgð á eigin persónulega lífiðinu því að þá einhvern veginn þá ríkja að koma til móts við þig. Það er eitt reynda mjög gott eða góð tilvitnun eftir Thomas Sowell sem að er svo að í nútíma samfélagi beri fólk ábyrgð á því sem forfeður þeirra gerðu en ekki krafist þess að þau beri ábyrgð á eigin lífi í þessu lífi. Því að við, sko, eins og segi, við höfum komist að þessari niðurstöðu að, sko, og nú ætla ég ekki að alhæfa þó svo að það sé í lagi stundum en ég held að stórun hluta höfum við einhvern veginn byggt okkar hugmyndir það hvernig karlar eru og hvað þeir þurfi á lygi. Þó svo að það sé sjálfsagt jákvætt að karlmenn hafi rými til þess að takast á við og tala tilfinningar sínar, þá held ég að það sem skorti fyrst og fremst fyrir unga karlmenn sé bara, eins og ég var nefnað, bara tilgangur. Bara að þeir séu að, sko, og hafi aðgengi að bjargaráðum til þess að móta samfélagið og umhverfið sitt á jákvæðan máta. Og það því ég held að það sé ekkert sem að geti tekið vel á tilfinningum karla eins og það að þeir upplifi sig eins og þeir séu að hafa jákvæð áhrif. Og eins og segið, svo birtingamind bara kemur í alls konar myndum, eins og með strákar sem eru að haga sér eins og fávitar, ég meina það er bara eitthvað þeirra hugmynd af því að þeir sé einhvern veginn að vilja birtast öðrum sem einhvern veginn svona sterkt afl, en það er náttúrulega bara algjörlega á brengluðum forsendum. Og ég eins og segi, ég held að tilfinningaspjall sé ekki það sem að sé best til þess falli til að takast á við þetta. En eins og segi, sko, svo ég haldi með við sko, umræðina karlmenn almennt, og ég geti náttúrulega að spila fyrir ykkur 100 myndbanda og vísaði sko, 1000 greina sem að fjalla það að karlmenn séu að mestu sko, til óþurftar og leiðinda og ef eitthvað náttúrulega sko, hafi bara neikvæð áhrif á það umhverfi sem í kringum á.
og þá jafnvel sko talað það að ef að konur fengi að velja þá myndu þær frekar vilja mæta skógarbirni heldur en karlmanni eða það væru einar í skóginum og einhvern svona bara algjör þvæla. Þetta sé út af því að karlmenn séu náttúrulega svona almennt nauðgarar, þó svo að sé ekki alveg sagt beint, það svona, hann er svona, það er svona 50-50, sem að einni er einhvern veginn svona viðtekin skoðun sem að hefur bara verið borin fram að borð, eins og segi, á undanförnum örfáum árum, þó svo að það hafi náttúrulega verið viðurkennt að meirihluti karlmanna væru almennt ekki þannig að þá verið samt svona ótrúlega stór hluti karlmanna sem væri þeirri skoðun að sko að það þurfti í rauninni ekki að koma í veg fyrir það eða sko að upplýsa slíka glæpi, því að við varum einhvern veginn í svona samtryggingakerfi karlmanna sem að ég hef aldrei upplifað, ég hef aldrei heyrt strák sem að upplifir það, en einhverjum ástæðum þá erum við allir í einhverju samtryggingakerfi þar sem okkur finnst bara nauðganir í lagi. Og eins og segi, ég veit sko fyrir þá sem hafa ekki verið innan akademiskara stofnana í þessum fræðum, þá veit ég hljóma eins og lunatic. En þetta eins og segi, þetta í alvörun svona og til dæmis bara þetta með sem ég var að nefna með skógarbirnina, ég er ekki að djóka, þetta eru rökaræður sem áttu sér raunverulega stað sem byggðu almennt á því að konur myndi frekar vilja mæta skógarbirni því að það væri hættuminna heldur en að mæta karlmanni í skógi. Og það var bara spurningin sem við þurfum að spyrja okkur þessi, að sko af hverju jafnvel þó við sért sko ósammála með þetta allt, að sko af hverju gengur strákum sífellt verð, og það er ekki hægt að segja að við þurfum einhvern veginn að opna á tilfinningar okkar, því að eina sem við erum að tala undanfarnir svona, áratug 1,5 er bara það einhvern veginn að karlmenn, að vandinn sé bara að karlmenn fá ekki að opna sig nægilega mikið tilfinningar sínar, og ég bara, ég held að svo sé ekki. Og ég held að þetta séu oft, eins og segjum, miðaldra konur sem eru að færa það á borð og ég held að þær hafi ekki nægilega djúpstæðan skilning á það hvernig er að vera karlmaður til þess að útskýra fyrir karlmaður. Svo ég snúðu svo við, þið eru ekki að fara að útskýra fyrir mér hvernig mér líður. Þegar maður snýr þessu öllu við, þá var þetta náttúrulega allt della, en ég einhvern veginn eins og segi, ég held að, og ég er að færa fram mína persónulega skoðunar á þessu, en óháð því, af hverju gengur strákum sífellt verið í skóla og af hverju finnst strákum þeir ekki finna neitt tilgang og af hverju telja þeir til dæmis eðlilegt að bera vopn. Og nú ætla ég að segja sko að þetta er ekki almennt séð vísindaleg nálgun hjá mér, en ég umgengst mikið unga stráka. Ég var ungur strákur fyrir ekki svo löngu eða svolítið löngu, þannig ég eins og segi, ég tel mig vita ágætlega hvað er í gangi, en ég skal alveg fúslega viðurkenna að ég geti haft rangt fyrir mér. Kannski hefur það ekki áhrif að í meira en, ég myndi segja 2 áratugi hafi karlmennu verið sagt að þeir séu rusl, að þeir séu tilgangslausir, að konur þurfi ekki að þeim að halda, að þeir séu eitraðir, að þeir beri ábyrgð á öllu því sem að illa fer og muni svona varla geta látið gott af sér leiða því að kynbræði þeirra hafi ollið svo mikilli tortrýmingu, að þeir kunni ekki neitt, að þeir séu heimskir og eins og segja almennt svona til óþurftar og leiðinda. Og eina sem hægt er að gera í því sé einhvern veginn að tengjast tilfinningu sínum og áhersla á styrk og sjálfbærni og áræðni og árangur og seglu og hvatningu séu bara svona hluti af því vandamáli að þeir séu að taka of mikið pláss og eyðileggja fyrir öðrum kynjum gerir ég ráð fyrir. Kannski hefur þetta bara engin áhrif. En ég tel sko það einfaldlega að vera bara ótrúlega ólíklegt. Ég man eftir að rifast upp fyrir mér Jordan Peterson sem var náttúrulega svolítið vinsæll og er náttúrulega vinsæll á sömu leyti, hann var náttúrulega rosalega vinsæll fyrir svona 8 árum eitthvað svoleiðis. Hann var frekar áhugaverð, það mætti oft í viðtöl og þá var hann spurður sko hvað hann fyndist það að stór hluti hans hlustenda væru karlmenn. Og hann fór alltaf einhver svona einkennlegar afsakanir, eitthvað svona, já, mikið af karlmennum á YouTube og eitthvað svona, já, karlmenn eru svona kannski þetta og hitt og þeir kannski eru að leitast eftir meira svona efni eða eitthvað þannig og hann var svona einhvern svona, já, á afturfætinu með allt svona. En að lokum sko spurði hann ótrúlega áhugaverðar spurningar sem að var einfaldlega, hvað er að því að tala við stráka? Sko, í dag, svo við tökum bara skólakerfið hans, í dag eru sko 1000 sjóða og samtaka til þess að berjast fyrir auknu aðgengi kvenna að námi, engin af þessum sjóðum er fyrir stráka
og þeir sem að eru líka fyrir stráka hafa samt almennt séð sko, þá eru þeir líka fyrir stráka og þeir hafa náttúrulega tilhneigingu til þess að berjast fyrir auknu aðgengi kvenna sama þótt að þeir séu fyrir bæði kyn. Þetta er sjálfsög vitað og viðurkennt en ég ákvað að spyrja hérna gervigreind að þessu og ég fekk þessi svör sko 100, ég er núna að reyna, þetta er á ensku en ég ætla að reyna að þýða þetta bara 100.000 af sjóðum víðsvegar heiminn eru fókuseraðir eða einblína á stelpur og þeirra menntun. Til dæmis UNESCO, UNICEF, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Malasa Fund, Global Partnership for Education, GPE og eins og segi, svo er bara talið upp hérna fullt af sjóðum sem er bara fyrir konur. Svo er hérna fyrir stráka, það er miklu færri, ég ætla bara að lesa það einsku. Far fewer education initiatives are exclusively targeted at boys, as they generally face fewer barriers to education compared to girls. Most of the education programs that include boys tend to be gender neutral or focus on children in general. There are some support groups or grants for boys' education, but they are typically a small fraction compared to those aimed at girls. Sko, ég held að sé sko 78% eða eitthvað stelpna í námi til dæmis á Íslandi. Ég held að sé 78% sem eru bara stelpur. Þannig að sko, eru færri út af því að tala að sko, þröskuldarnir séu færri fyrir stráka, er það svo? Er það í alvörun? Er einhver á þeirri skoðun? Sko, og til þess að undirbúa hana þátt þá hérna, las ég hérna bók sem að heitir Of Boys and Men, Why the Modern Male is Struggling and Why it Matters and What to Do About It. Þetta er Richard Reeves og ég las þessa bók reynda fyrir svolítið löngu. Já, strax hún kom út, sem það er nú ekki svo langt síðan, maður sjá, það er, já, nei, hún er bara 2022, mér finnst bara eins og sé langt síðan, ég las hana strax hún kom út og hérna, hún er mjög áhugaverð fyrir margar sakir og þetta er ekki einhver hægri sinnaður einstaklingur sem er bara að tala niður og svona á svona þessum hefðbundna öfga hægri stimpli, en hérna, þetta er þessi Brookings Institution og sem er svona vinstri sinnuð miðju í bestafalli svona think tank. Gríðarlega áhugaverð bók sem ég mæli með, en það er einmitt bara að fer hann svolítið grúndugt í það bara af hverju strákar eru að takast á við miklu erfiðari veruleika heldur en hefur verið í hingað til. Ég ætla að lesa aðeins upp úr þessu fyrir ykkur. Það er hérna á blaðsíðu 3 og hérna er hann að tala sem sagt það hvernig sko aðgengi stráka að skóla hefur verið. En þá segir hann einmitt hérna árið 1982 hafi nánast sko verið 50-50 eða sagt helmingur allra þeirra sem voru í skóla voru orðnar konur, en það var 13% árið 1972, þannig að það breytist rosalega mikið en á 10 árum. En svo árið 2019 þá hafi náttúrulega verið sko komið á daginn að þetta var að mest megnis konur, en ég man að ég var að sækja nám á þessu tíma sko, það voru miklu fleiri konur sem að voru í skólanum, en samt, eins og segi, það eru bara sjóðir fyrir konur og þá er alltaf fært fyrir aukverð, já það eru fáar hérna einstaka greinum, það er alltaf fundið út einhver leið sko til þess að tala fyrir því að ja, það er réttlægt að hérna karlar séu miklu færri, en svo er hérna vitnað í Ísland, það er Eyjólfur Guðmundsson og Steinunn Gestsdóttir sem hann voru til viðtals hjá Richard Reeves, en hann tekur sko Ísland sem dæmi sem sérstaklega vond dæmi í þessum efnum það hvað strákar eru miklu ólíklegri heldur en stelpur til þess að hérna vera í skóla. Áslaug Arna hefur reyndar að vera að takast á við þetta, ég held að hafi verið hvað var það 13% aukning, ef við erum munið rétt, það voru 13% aukning stráka sem skráðu sig í nám, en svo aftur móti náttúrulega er enn þann dag í dag þannig að strákar eru miklu líklegri til þess að flosna upp úr námi líka. En ég ætla að lesa hérna aðeins á ensku íslenska dæmið, en þetta er satt úr bókinni á blaðsíðu 12, en það er satt verið að hérna vitna í Eyjólf Guðmundsson sem er rektor Háskólans á Akureyri, ég veit nú ekki alveg hvort hann sé það ennþá, en hann var allavega hana. The world is waking up to this problem.
says Eyjólfur Guðmundsson, rector of the University of Akureyri in Iceland, where 77% of undergraduates are women. Iceland is an interesting case study since it is the most gender egalitarian country in the world, according to the World Economic Forum. But Icelandic universities are struggling to reverse a massive gender inequality in education. It's not being discussed in the media, says Steinunn Gestsdóttir, vice rector at the University of Iceland, but policymakers are worried about this trend. Og sko, ég segi, það ekkert mikið fjallað þetta. Það ekki mikið fjallað það af hverju strákar eru ólíklegri til þess að vera í námi. Og það sem líka kemur fram í þessari bók á mjög mörgum sviðum, og þetta ekki bara í sambandi við skólamál, og hérna eru þeir sem eru svona vinstrisinnaðir í hérna lífinu, þeir myndu hafa ágjörð þessu, en það miklu meiri hérna, eða sagt, kurvan hækkar eftir því sem að þú ert í verri félagsstöðu og efnahagsstöðu. Það að segja, strákar sem eru fátækari eru margfalt líklegri til þess að flosna úr námi eða vera ekki í námi heldur en stelpur sem eru einnig á fátækar. Það að segja að sko, strákar sem eru fátækir, sú breyta hefur miklu meiri áhrif á strákana heldur en stelpurnar, og þetta náttúrulega líka rosalega mikil vondar fréttir, náttúrulega sérstaklega út af því sem við erum búin að vera að tala hérna, þegar einmitt vopnaburður eru að aukast og vanlíðan eru að aukast og við veitum ekkert hvernig við ætlum að takast á við það. Og eins og segi, þú veist, það náttúrulega nefnt hana að við séum jafnasta land í heimi í þessum efnum samkvæmt skýrslum, en hvað þýðir þessi jöfnuður? Sko, þýðir jöfnuður að konur séu langt fleiri, eða að eins og í þessu dæmi að 4 af hverjum 5 bachelor háskólanemum séu konur? Er það hugmynd okkur að jöfnuði? Og það kemur eins og segi, það kemur okkur svolítið að þessari spurning sem ég spurði af í upphæfi, sko, af hverju líður strákum svona illa? Af hverju eru þeir týndir? Af hverju eykst ofbeldi og af hverju upplifa þeir tilgangsleysi? Nú, það einfaldlega vegna þess að ég held að öfl í þessu samfélagi sem hafa verið að tala fyrir einhvernum svona hugmyndafræðilegum jöfnuði hafa opinskátt sagt að strákar og karlmenn séu almennt svona óþarfir eða skaðlegir, og svo bara skiljum við ekki af hverju þeim líður illa. Sko, ég hef barist með pásum gegn svona hugmyndafræði kynjafræðinar og feminisma í mjög lengi, en ég enn þann dag í dag sannfærður það að sú hugmyndafræði sé skaðleg. Og já, svo ég hendi mig nú líka bara almennilega undir vagnin, þá held ég að samtvinningur þessara hugmyndafræði og hafa lokað börn inni í stóran hluta ævi þeirra eða í 2 ár með gríðarlegri, fyrirsjáanlegri, félagslegri röskun sem það olli vegna veirufaraldursins. Ég held að samtvinningu þessara tveggja hluta sé ástæðan fyrir því að við séum að sjá þessa þróun og að við séum að sjá ung börn meiða hvort annað og vera í rauninni verri í stakk búin til þess að takast á við verkefni lífsins. Sama á við náttúrulega bara skólakerfið, svo við tökum bara 0-punktinn þar sem að krakkar eru í dag. Þeir eru miklu verri í því að lesa og verður ennþá verra, og við erum að sjá bara skýrslu eftir skýrslu sem þetta bara versnar. Barnamálar á þeirra segist hafa áhyggjur af þessu, en mér finnst aðgerðir hans ekki bera þess merki að hann vilji raunverulega takast á við þetta, og eins og segi, mér finnst hann hafa verið arfaslakur í því að takast á við þetta. Mér finnst hann hafa bara verið einfaldlega lélegasti ráðherrann. Framsókn reyndar, eins og ég hef nefnt áður, mér finnst Framsókn hafa úr að móða besta og versta ráðherranum. Mér finnst Willum Þór hafa verið bestur, og mér finnst Ásmundur Einar hafa verið langverstur, og hann ber svo mikla ábyrgð, þetta er svo mikil ábyrgð flokkur að við séum að haga þannig málum að ungir krakkar geti tekist á, þú veist, þau verði ekki krakkar að eilífu og þeir geti tekist á við þennan vanda. En sko, Ásmundur Einar er náttúrulega líka bara í kringum fólk sem að kemur að einhverjum leiti úr þessum fræðum sem að ég búin að vera að tala. Þú veist, kynjafræðin er innan stjórnmálafræðinar, þú veist, er skylduáfangi. Ég veit nú ekki, það sé líka skylduáfangi í mannfræðinni. Það er eiginlega svona sama hvað þú ætlar að taka fyrir hendur í félagsvísindeildinni, ef hann er ekki skylduáfangi, þá allavega kemur hann að einhverju leiti inn á þetta. Og eins og segi, þessi fræði sem ég hef verið að tala hann hefur svona mismunandi birtingamyndir,
en hann byggir helst eins og segja á svona hentifræðum sem hefur einhvers konar tengsl við kynjafræðina, það sem notað meðvitað misvísandi tölfræði eða einfallega bara tölfræði hönnu eða bara sleppti að hafa tölfræði. Í mörgum tilfellum þetta náttúrulega bara skoðanapistlar sem eru ritrýndir af vinum og vandamönnum þrátt fyrir það að hafa ekkert vísindalegt gildi. Svo náttúrulega annar ég var að ræða við prófessor núna daginn og hún sagði við mig bara, já, ég meina þessi kynjafræði út af því að hún, já, ég get eiginlega ekki sagt hver hún aðeins að uppljóstra það hver þetta en hún sagði við mig einfallega bara, hún passar svo rosalega mikið að því að skoða til hvaða vísinda heimilda hún að vísa til, því að ef að þau að rætu svona rekja til kynjafræðinar eða einhver svona hentifræða að þá mjög líklegt að á næstu árum að þá muni hún verða ómarktæk og við sjáum þetta náttúrulega að gerast rosalega hratt í Bandaríkjunum þar sem að það er verið að skerða styrki til þessara bullfræða og sem náttúrulega frábært, þetta gekk á allt og lengi en allir þessi svona kynjafræði áfangar og þannig, ég meina, þú veist, þeir hafa eitthvað gildi ennþá, þeir fengið inn í fréttir og svona til þess að útskýra stórkostlega einkennilega hluti en í Bandaríkjunum allavega þetta horfið til betri vegar þannig að og náttúrulega mikið af þessum fræðum byggist á tölfræði og fleira frá Bandaríkjunum þannig að eins og segja þetta að molna undan þessu sem betur fer en það þýðir ekki að við eigum ekki vera vakandi gagnvart skaðsemi þessara hugmyndafræði þrátt fyrir það. En svo náttúrulega líka bara svo nefnilega annað dæmi, það annað kynið af þessu sem eru náttúrulega þessi sömu einstaklingar og tala niður stráka og karlmenn og telja að best sé að takast á við þeirra vanda með því að ég eins og segja að svona bæla niður allar þær tilfinningar sem þeir hafa eru líka, þetta sama fólk og alltaf að tala fyrir þessu líka best til þess fallið að útskýra fyrir okkur hvernig við höfum taka á móti útlendingum ég þið talaði við Brynja Karl þetta, þú veist alltaf þessi inngildingar hugmyndafræði og þetta, við náttúrulega báðir þjálfarar sem eru mikið að umgangast útlendinga þannig að ég tel að við séum miklu meira í svona inngildingar fasanum heldur en þeir sem eru helst að tala þetta og tala hvað allir sem eru ósamálaðum séu vonda manneskjur að þetta alltaf sama fólki þetta er sama fólki og talar alltaf það að karlmenn séu svo ómögulegir og að þau séu með bestu ráðan til þess að taka á móti útlendingum og ég hef verið að hugsa út í þetta út frá svona praktísku sjónarmiði og ég veit nú ekki alveg hvernig ég á að koma að þessu ég sé ekki svona bara praktísku sjónarmiði þá sé ég ekki að Pavel, Bartek, Rajesh, Muhammed og Amir labba inn í svona kaffihlénu inn á svona fund í Borgartúninu þar sem að sitja Sandra og Margrét sem eru kynja- og fjölmenningafræðingar með einhver svona viðbótar diplómu í mannauðs- og stjórnunargráðu og eru svona, ég veit ekki, inngildingar ráðgjafar Reykjavíkurborgar og þeir eru mættir þarna á fund út af því að það er búið að skikka vinnuveitandan til þess að ýta þeim á einhverja svona inngildingarfundi sem að náttúrulega rýrir þeirra stöðu innan fyrirtækisins út af því að bæði þarf sá sem að greiða þeim laun að greiða fyrir það og þeir eru náttúrulega ekki með vinnuafl á þeim tíma sem að þeir eru í inngildingarfræðslu Reykjavíkurborgar og svo dreift einhverjum svona bæklingum það hvernig það að haga gagnvart konum og þú færð hinsegin bækling og svo einhver inngildingarglærusýning sem í einhverjar 40 mínútur inngildingarstefnur Reykjavíkurborgar og svo fjallað microaggression og svona hvernig skuli takast á við það ef þeir líður eitthvað óþægilega í einhverjum aðstæðum þá eru náttúrulega að hafa samband við mannréttindastofnun sem að tekst á við þann vanda og getur sótt allar upplýsingar innan fyrirtækisins og þá þessi aðgerð sé bestið þess fallin að Amir og Muhammed, Pavel, Bartek og Rajesh verði hluti af samfélaginu ég held einfallega að þetta sé allt della en höldum okkur bara, þetta var aðeins smá útútur, bara höldum okkur aðeins við strákana alvarlega í þessu að eins og segi, það sama fólk og fær aðgengi að börnum og svona út frá svona forræðamanna sjónarmiði
Og þetta fólki sem fær langmest aðgengi að börnunum til þess að útskýra fyrir þeim hvernig þau að haga sínu lífi og hvort það svona, eins og segja, karlmenn séu eitraðir og það er náttúrulega líka vont ef við erum að kenna stúlkum að karlmenn séu almennt eitraðir og hættulegir og þú viljið frekar hitta skógabjörn og allar sér della. Þetta náttúrulega mótar ákveðið viðmót gagnvart stúlkum og það, svo við tölum aðeins líka bara það hvað ungi strákar eru petty þeir fyrir kannski mikið á móti sem ég er að tala þeim langar rosalega að ganga í augun á stelpum, rosalega stór hluti af úlingsárum drengja fer í það að reyna að móta sig að því að ganga í augun á stelpum. Örugglega sama gildir stelpunar en eins og segi það er rosalega mikið að strákanir það mótuð einhver svona hierarkía og sá sem er efst á þeim svona, fær mest aðgengi eða athygli frá stelpum og strákar eru svolítið að kýtast í þessum efnum svona hver fór mest í sleik á ballinu og eitthvað þannig það telur rosalega mikið, strákar hugsa rosalega mikið þetta í sjálfu sér þetta einfaldur veruleiki þó svo að hann sé náttúrulega gríðarlega flókin en það er rosalega mikið undirstöðunar af þessu náttúrulega bara athygli stelpna. En eins og segi, þegar við erum með fólk sem er þetta ofangarinda fólk sem er bara að einmitt berjast í því að útskýra fyrir fólki að strákar þurfa að tala meira tilfinningar sínar en reyna svo að koma til móts við tilfinningar þeirra með því að segja hvað þeir eru eitraðir. Ég held bara að þetta sé ekki rétt að fólki til þess að tala við þá. Ég held að þetta sé ekki rétt að fólki og ég heldur ekki eins og ég var búin að nefna að besta leiðin til þess að þeir takist á við tilfinningar sínar sé að þeir sé einhvern veginn að opna sig tilfinningar sínar. Ég held bara strákar þetta tilgang, ég held að þau eru meira íþróttastarf, ég held að þau eru meira árangustengt til dæmis skólastarf ná árangri í námi gerir rosalega mikið fyrir stráka alveg eins og að ná árangri í því að ná athygli stelpna og fleira tjónið. Árangur rosalega mikið persónulegt viðmið sem að þú færir rök fyrir þinni tilvist með svo ef þetta byrjaði að make sense. En eins og segi það er náttúrulega þannig að bara strákar eru og kynbræður eru ekkert annað en skaðlegir í sínu samfélagi og þetta náttúrulega skapar úlfúð bæði þeirra garð og eykur tilgangsleysi sem að, eins og segi, svo ég nefna bara í 100 skipti sem að mér þykir langstærsta breytan í þessu. Því að hugmyndin svo að samfélagi verði ekki gott fyrir en að karlmenn séu búnir að afneita öllum þeim einkennum sem að geri þá að karlmennum til þess að byrja með. Ef að þeir verða ekki eins og konur þá eru þeir bókstaflega skaðlegir konum. Því að þeir með ekki vera sterkir, áræðinni merki þess að þú viljir einhvern veginn traðka á öðrum að fara í ræktina og ég ekki djóka að skrifa þetta, ég reyna að setja hérna upp en það einhvers konar gateway drug að þú verðir öfga hægri maður og svo erum við bara með einhvern veginn alls konar svona vitleysu og ég geti náttúrulega haldið hérna áfram í allan dag en það þó ákveðin svona eins og segi, svo ég fann nú að ljúka þessu það ákveðin kaltæðin í þessu sem að hún væri hlægileg ef hún væri ekki svona sorgleg en það að þessir einstaklingar sem að tala niður karlmenn undir þeim formerkjum að þau séu að koma til móts við konur en á sama tíma karlmennina eru einstaklingar sem að reiða sig á píparann sem í langflestum tilfellum karlmaður og að hann mæti og haldi lögnunum, salernisaðstöðunni, sturtunni og eldhúsinni í lagi reiða sig á að karlmenn komið þeim til bjargar ef að þær eru í neyð sama hvort að sé að ræða lögregluna sem stétt sem meiri hluti karlar eða slökkviliðinu sem enn stærri meiri hluti karlar. Svo reiði á sig að karlmenn hætti lífi sínu út á sjó til þess að skapa verðmæti, til þess að niðurgreiða launaðar kaffihúsahugleiðingar, húsnæðisuppbyggingu, rafmagns og orkusöfnun til þess að halda hita á húsunum og halda náttúrulega ljósunum kveikt, sorphirða, burðaflutningar, matvöruflutningar, fólksflutningar, ég geti haldið lengi áfram. En eftir 20 ár munu þessir drengir sem að litið nú niður á þurfa að taka við þessum störfum. Margt af þessu ekki eitthvað sem að gervigreind getur tekið við af en þeir munu ekki geta nýtt sér hana sjálfsögðu því að þeir læra ekki að lesa, né skrifa, né reikna sem að við höfum náttúrulega ótrúlega litlar áhyggjur af með við stærð vandamálsins. En eins og segi, við munum þurfa að reiða okkur á þessa ungu stráka sem að mér persónulega finnst við vera algjörlega að kasta á glæ sama við þessa hugmyndum það að krakkar séu svo miklu snillingar og þurfa ekki aðhald. Ég held bara, krakkar ekki snillingar. Krakkar ekkert gáfaðir.
ég hef aldrei, það var og svo, ég hef nefnt núna áður, enginn horfir tilbaka og hugsar þegar ég var 18 ára þá var ég svo mikið snillingur. Hverju andskotanum höldum við að krakkar séu einhverju snillingar? Krakkar eru ekki klárir, þeir þurfa mikið aðhald, við þurfum að finna þeim tilgang, við þurfum að nota orkuna þeirra til þess að móta þá sjálfa en ekki síður bara samfélagið heild, það er að nota orkuna þeirra til þess að skapa betri umgjörð fyrir alla, en þetta er ekki snillingar. Við þurfum að finna þeim tilgang og þeir þurfa ekkert endilega að vera í einhverju svona tilfinningalegu, einhverju svona ayahuasca þema, varðelds dreadlock þema í skólastarfi. Það er bara ekki þannig. En sko, eins og segi, ef þú ert ósammála öllu þá er það allt í lagi, svo getur við sammála sumu, ósammála öðru, það er nú í flestum tilfellum, ég fæ oft skilaboð eftir þessa þætti og þar er oftast útkoman svona í flestum tilfellum, en eins og segi, ég tel að það sem ég sé að fara rökveri hér sé allavega hlutir rétt, mér finnst það náttúrulega öllu leyti rétt. En eitt má þó vera ljóst að þessi ofbeldisvandi er ekki sprottin upp úr engu. Strákar þurfa náttúrulega, svo ég náttúrulega líka kom með svona enn og aftur í krappan dans, þurfa föðurýmyndir. Ég veit að það er ekki vinsælt að segja, en sko öll tölfræði bendir á það að sko drengir sem hafa ekki föðurýmynd eða einhvers konar viðbótar aðhald gagnvart, föðurýmynd, svo ég fara nú ekki að tala í kringu það, þeir eru margfalt líklegri til þess að verða sér að öðrum að voða í framtíðinni. Bara öll tölfræði styður það, sama í rauninni ákvaða svona samfélagslega mein svona svið þú horfir á, að þá er það staðan. Hvað við gerum við þær upplýsingar veit ég ekki, við getum allavega haft þetta í huga og með þá hugleiðingu þá langar mig bara að kveðja ykkur hér í dag. Takk kærlega fyrir að hlusta, hafa það gott. Ef þú vilt styrkja þetta framtak þá gerir það á pardus.is/1pæling og svo að lokum langar mig að minna enn og aftur á live show hlaðvarsins 1 pæling sem er svona, viðtals hluti þess sem ég er að gera hér, en það er alltaf ég að tala við kanónurnar, sleggjurnar, Heiðar Guðjónsson og Þórð Pálsson, en þeir eru báðir eins og fyrir þá sem að þekkja til einhverjir sem að þegar þeir opna munnin þá er flestum hollast að leggja hlustir sama hvort að það sé til þess að ræða samfélagsmál eða efnahagsmál, því að þeir hafa dýpri skilning, til að lega mér að segja, heldur en langflestir í samfélaginu að mínum mati í þeim efnum. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Eins og segi, takk hérlega fyrir að hlusta. Pardus.is/1 pæling, hafið það gott helgina, komið vel fram við hvort annað, ekki bera hníf, strákar, hættið því, það er heilalust. Ég með frekar koma til mín í boxi, ég skal kenna ykkur að kýla, en það er náttúrulega alls ekki til þess að beita ofbeldi, en ef að þú lendir í útistöðum eða eitthvað þvíum líkt, ekki draga upp hníf, það er bleiðulegt, þú ert bleiða ef þú ert með hníf, það sýnir að þú getur ekki tekist á við raunverulega ágjöf og það hefur ekkert með þig að gera og segir ekkert um þig nema að þú sért bleiða. Þannig að með því ætla ég að ljúka þessu. Adiós.